veginn og ég var að hitta einn okkar Guðmundar Guðjónssonar gróður við Urriðavatn. Og rétt svona að bara segja svona lítilega frá staðháttum, en Urriðavatn grundvatn vestan Urriðaholts og vatnið sjálft 13 hektarar. Þetta hraunstýrt vindavatn með hraun í tónlistuna og má segja að það sé þá fágættara lands á heimsvísu. Og tilurð vatnsins má rekja til þess þegar Búrfellshraun rann þarna 1700 og rúttin Sigmundur eitthvað og þegar Búrfellshraun rann og hrauntótt á skaust dalverti upp í móts við Urriðakots en við þess að það stíflaðist og vatn þetta stífla í dalvertinu og vatn og bara svona rétt að horfa hérna yfir vatni og þetta gerast þetta nú það bara punkturinn ég held bara áfram þá fyrir líka að vatni sjálf þetta síðan setbergsholt eða fjárhúsholt þetta tekið frá Hátíðarholti þetta eru gömlu túnin við Urriðakot og þetta Urriðaholt eða Urriðakotsholt kannski aðeins minnist á þessu örnefni eins og fyrirlesturinn heitir Urriðavatn. Þetta var samþykkt á örnefna af örnefnanefnd 18. desember 1944 en flestir og mjög margir þekkja nafni sem Urriðakotsvatn, Urriðakotsholt og svo framvegis. En bara þó að það sé svona til skila. En ég held þá og vatnið og aðliggjandi hraun og umhverfið þess á náttúruminjaskrá og það nýtur líka hverfisverndar eða bæjarverndar samkvæmt aðalskipulagi Garðabæjar. Og það unnið að frekari friðlýsingu vatnsins ásamt þá sem Búrfangs, ásamt Búrfellshrauni frá eldstöðinni Búrfelli alla leið til Strandfells í Bankahraun. Og það var samkvæmt beiðni umhverfisverndar Garðabæjar sem að við fyrir Náttúrufræðistofnun fyrir gerðum rannsóknir á og tókum út gróður og tókum gróðurkort umhverfisvatni og gerðum þetta úttekt á flóðum. Og þetta var 2008. Náður ég held áfram að þá bara svona rétt að fyrir þá sem ekki þekkja hvernig gróður flokkar og hvernig við vinnum þetta gróðurkort gerð. Gróður flokkar í gróðurfélög eftir þá ríkjandi og einstaklega plöntutegundum og svona helstu gróðurlega flokkar þetta sem flokkar í gróðurfélög og þau eru síðan tekið saman með svokallaðar gróðurlendi og þetta eru þá gróðurlendi sem eru þarna nýttalin og tölurnar fyrir aftan lýsa þá í fjölda gróðurfélaga á bakvið hvert gróðurlendi. Já. Það er að gefa konum og það heyri blósturinn sem það líka lögum mat á gróðurteki það ekki bara nokkuð íkvæmlega fengur það gróðurteki það þá gert með þessum eftir þarfum F-set og HOT sem að þá reysfandi tekjaðlega þannig frá 25 og við land með gróðurteki undir 10% þetta þá undir gróður og gróðland og það flokka frekar þessu landgerð gróður. Þetta bara svona rétt til að minnast á gróðurdráttum en við förum sem út á svæðið með þá loftmyndir og í þessu tilfelli er þetta loftmyndir með HF
Bláflugsmið tekið 2007 og það sem sagt, gróðurinn þá afmarkaður af áloftmyndina og metin með sjónvarpi eftir þessu ríkjandi og einstaklega tegundum í gróðurfélög og við erum með gróðurríkjum sem þá líkar skilgreiningar af hvert gróðurfélag stendur fyrir og þá markar og leið þá líka eftir matagróður tekið þannig að sem dæmi að þá setja þátt gróðurfélagum líka og oft eru líka auka upplýsingar eins og gróður á hrauna. Og síðan þetta farið, þegar heim komið, þá þetta staðfært í tölvum og teiknum við í tölvum þannig og út frá því þetta svæði sem var tekið og afmarkað var þetta afmarkað svæðisins var samkvæmt beiðni frá verkkaupanda eða umhverfisstofnunar og þetta svæði var 57 hektar og miðast þarna að tillögu af friðlýsingu á þessu svæðinu. Og ef ég fer aðeins svo að það sjáist betur þá þetta svona sunnan við vatnið og þá sjáum við hvernig þetta flokkað og táknin við tek sem dæmi og nú þegar verð ég bara að fara aftur hérna í músuna leita henni hérna U5 og það stendur þá fyrir mýrastöð þetta þá mýri sem hluta vortundinu sem mýrastöð en það var kortlagt í mjög stórum skala sem frekar sjálfgeft oft erum við að kortleggja 1.15.000 1.25.000 en þetta var kortlagt í 1.2000 það ekki oft sem það gert og af þeim sökum þá eru blettirnir sem erum á gróðurgrunna það litlir og þá fer maður að týna sér svona til nákvæmni þannig að við vorum með svona útfærstur til dæmis af U5 það hérna U5 stjarnan 1, U5 stjarnan 3 og þetta var fyrst og fremst að því að það var kortlagt í þetta stórum skala þá sem var nákvæmlega meiri en þetta U5 sem mýrastöð var langstærsta einstaka gróðurfélagið með þessum miklu útfærslum á svæðinu og var náðu fjórðungi af heildarsvæðinu sem var gróðurfélag og það var töluvert mikið blönduð gróðurfélög líka það eins og hérna, það blönduð og hér og þessu litla bletti hérna og þá U2 sem eru hérna mýrastur og víðir og síðan Uslun 1 sem fergin og síðan hálfgrösi T3 þetta svolítið sem þessum músuna og þá U2, gróðurfélag U2 komið mest að tekju en þeir eru inn á milli en það þó oflitlir bletti til að hægt sé að greina á sérstaklega. Þarna kemur þetta til að þetta svæði það mikil framvinda á svæðinu, mikla breytingar. Það eru bæði breytingar bara nálaða við þéttbýlið, það að koma þarna mikið inn af runntegundum sem minnist aðeins á eftir og svæðið líka bara af þeim nótum sem á svæðinu. Það er mikið beit hérna í Pyramíri hérna, hrossabeitan þá og þarna eru framræsluskurðir og það eru þarna þá búi en þá að þessum mýra svipa þá koma þarna inn tegundir eins og vatnhæra, ýmsar grastöðundir og fleira. Síðan er þetta hérna en allavega þá er þetta gagnagrunnstengt og tekið saman inn úr þessum upplýsku og myndkortinu með gróðurfélögunum og þá er þetta tekið í gróðurlendi eða gróðursamfélög og eða töflur með flatumálsútreikningum og fleira eftir hvað áfélagi liggur fyrir að vinna þessu. Þarna var
gerði gróðum þetta kort og ég reyni að nota minn svona þetta blanka hér á milli og þá hérna, þetta á að vera appelsínugult hér á myndvarpanum. Þetta er allt mýri, hérna, finna við vatnið meðfram í nánast öllu og hingað upp sem heitir Vesturmýri. Þetta gula síðan Flói, en viðurinn þá liggur helst því að mýrinni hallar meira en Flóanum og hún þyngari og yfirleitt tegundaríkasta svona votlendi. Og síðan það það graslendi hérna, þetta hluta gömlu túnunum í Urriðakoti og mólendi hérna upp í Hádegisholtinu og hérna Sortbergsholtinu líka og hérna á Hrauntanganum og síðan tekur Moslendi hérna, eða Mosagróður fyrir þetta hérna grænasvæði ræktaland og þetta er golfvöllurinn, Setbergsgólvöllur. Og sterki bleiki liturinn sem hérna með fram, það er lúpína sem að skríða hérna niður Setbergsholtið, annars afnarkast rannsóknarsvæði hér og það sjást líka litli blettir af lúpínu hérna í jaðrinu á Hádegisholti en hún þarna bara hún í holti við lúpínus. Og litlu dökkgrænu reitirnir eru litlu skógræktar reitir sem hefur verið plantað trjám og hér á svona raskarsvæði og gulur malarnáma. Og þetta er í svona gróðum dráttum helstu svona gróðurlend og landgerði við vatnið og það er sem sagt þá mosagróður, lyngmóinn sem er 20% af rannsóknarsvæðinu, graslendi sem er svona svipað, líka uppfyllir 20% af gróðurlandi á svæðinu, sem er aðalsklúftina, ræktaland sem er náðum 10% og þetta þá Setbergsgólvöllurinn og þetta á Kóratareitinu og síðan er það votlendi samanlagt deiglendi, mýri og Flói en það er semst 38% sem telst á til votlendis. Vatnið sjálft er náttúrulega stór hluti þarna og þetta 38% er að þrátregnu vatn og eru ótrúlega grónu landi. Bara fljótt og litið til að staðsetja okkur sjálf hérna og þá erum við staðsetjandi Urriðahortið eða Urriðakotshortið fyrir í hortinu og svo svæðið hérna sem að var tekið fyrir. Ég ætla aðeins hérna til að átta okkur betur á. Þannig það er aðrennsli í vatnið hérna Oddsmýralæk og Oddsmýralækur kemur úr dalverkinu þarna heitir Oddsmýradalur og er þarna það suðaustan við vatnið og síðan eru hérna lækir eða uppsprettur þetta í Dýjakrókum sýningur á næstu mynd þeir renna saman í Dýjakrókslæk og áfram í Þurrumýralæk. Þetta eru spurðir bæði hérna Oddsmýralækur og Þurrumýralækur. Þurramýrin er þarna svona verð hér og er miklu hlýðari og þurrari heldur en hinum megin við Þurrumýralækinn og hér eru auk þess framræstu skurðir þannig að hérna á milli það eru hér sem að hrossin eru á þessu svæði ábeitt milli framræstu skurðana og í mólendunum hér fyrir ofan. Og Hrauntangi, Vesturmýrin hérna í Víkir og síðan eru Dýjamýrin þarna og sérst þetta næstunni. Dýjamýrin gerð mjög blaut og þarna er þá Flói og Dýjakrókar hérna þar sem að uppspretturnar koma og lindur og renna saman í Dýjakrók og áfram hérna út í vatn. Aðeins að fá bakka. Útfallið úr hérna vatninu er síðan hérna
Stórakrókslæk, rennur hér og heitir Stórakrókslækur að Stórakrókshól sem er hérna rétt fyrir aftan, tekur síðan svolítið snarpa beygju og heitir þá Kaplakrikalækur og hann rennur síðan áfram og í rásum og ræsum undir gatnakerfið og áfram niður í Hafnarfjörð. Enda það held ég í vatnum þar. En svona það tapast eitthvað á leiðin og sígur undir sígur í hraunið. Aðeins að hérna síðan gamla túnið, þessar myndir við sérstaklega athygli á því að þessar myndir eru teknar 2003 og hér sést þó vel gamla túnið í kringum Urriðakot og hér er lítill túnfláki og þetta er svona að mér sýnist tekið á voru og byrja að grænka hérna en ekki alveg grænt hér. Ég byrja ykkur samt að taka eftir svæðinu hér. Það fljóttalíku verður ekki vera mikið að sjá á öðru og þarna er einhvers konar votlandi. Það er sem tekið hérna 2008 og þetta er að vísu í ágúst og aðeins meira gróska en alveg sama þar sem að leikur kannski eftirfælt er allir þessi rauna þetta sem við komum. Þetta eru bæði innlendar tegundir eins og loðvíðir og gulvíðir en einnig tegundir sem að er að berast úr görðum eða úr nágrannabyggðum Alaska víðir, viðja og fleiri tegundir. Og síðan náttúrulega lúpinan hérna í hádegisvatninu sem að myndinu tryggja. Og síðan nú er framkvæmdir. Þetta er þá túnið í Urriðakotu. Og fremst, hér í forgrunni er síðan Beitilingsmói. Og svona getur maður kannski ímyndað sér að þessi holtin kringur Reykjavík sem voru mörg hver uppblásin eftir langvarandi beit að við beit eftir yfir og þá eru þau smátt að gróa upp. Það er þá fyrst og fremst Beitilingsmói sem er að loka svæðinu. Ég ætla síðan í rauninni fara í hringar í kringu vatnið og mynda sín og skoða þann gróður sem er svona kringu vatnið. Rétt áður en ég byrja á því að þá ætti ég að minnast á flóra, það var gerð flórulistar og það er Kristbjörn Kristbjörn Egilsson var með okkur í þetta skýrslu sem hann gefið út í kjölfarið. Hann tók saman flórulista á svæðinu og það fundist alls 131 tegund villtra háplantna eða þá við öllum hóp Harðar Kristinssonar frá 1986 auk sérstaklega ættkvísla túnfugla og undafugla en einnig voru skráðir slæðingar og tegundir sem hefur verið plantað á svæðinu. Þetta voru svona fjóra tegundir slæðingar og 6 tegundir sem hafa verið plantað. 3 af þessum tegundum teljast hágetur á landsvísu. Það er sóldöggin sem er fyrst og fremst bundin við þessi grágrýtissvæði og þessar súru mýrar og er þá fyrst og fremst í Barnamúsum. Þetta er næringarsnauður og súrar mýrar og pínulítill og þetta er skordýræta og sést betur á myndinni. Þetta er svona eiginlega angaða fálmara, slímtendur, þetta er eitthvað meltingarensím og svona til þess að bæta sér upp þennan næringarskorta þá þess að koma þarna sem sækja flugur og önnur skordýr í blöðin og svo bara ángatir leggjast yfir skordýr og það er svona nýst upp smátt og aftur og planta nýta sér þá næringu sem það er að finna. Og þetta er þá einn af 3 skordýrætum hér á landinu. En sem sagt, í fyrstum hætti í svona Barnamúsa. Þessi Barnamúsi er í Sverige. Láthoppa er grastegund sem er fyrst og fremst hérna á Innnesjum.
í kringum höfuðborgarsvæðið og svo 2 öðrum stöðum, í Öræfum og svo Tófunesar í Nóni. Og þessi tegund hún á undirtekka sækja þess að hún fyrst og fremst á þessu höfuðborgarsvæði þar sem annars eru mikla framkvæmdir. Bara það sem að ég bjó hér fyrir nokkrum árum í Seljahverfi að það gæti lappa nokkur skref og stundum og tekið fram á þessu tegund. Síðan eftir það Salahverfi komið og það var með göngustígar og túnlagt og þannig hún farin á því svæði. Þannig að það vert að huga því og gæta búsvæði hennar. Og síðan er það Gullkotturinn sem er 52 svæði á landinu en er tiltölulega algengur það sem hann er að finna. Hann er tiltölulega algengur þegar meðfram vegum og í malakendum í jarðvegi og mólendi og bara ef maður keyrir veginn með vatn og þá er það vegkant það er eftirklokk og þessi en þá byrja hringferðin í kringum vatnið og það myndi að halda vel á spöðum. En við byrjum hérna við horfum á Oddsmýralæk og horfum hér yfir Þurramýri og maður sér hún ber eiginlega nafn með rentu. Ég vil ekki segja hvort þetta komið hvort maður hefur alltaf verið svona þurr en eitthvað hefur hún þótt líka með þessum framræstuskorðum og svona dýpðari heldur þetta yfir í Dýjamýri og miklu svona grasleitari á að líta mikið af grösum og tegundari og þetta sýnir þetta betur grös og og þetta svona nærmynd þetta ég veit ekki hvað þið sjáum hérna á því sem að horfa upp á skjávarpunum og þetta bara svona sýnir þetta svona fjölbreytni sem í tegundir þarna bæði fyrstafækni en líka grastegundir og engjarós og skaribílir og brennisóli og kannski eitthvað af þessu brennisólum kannski að það margir sem grasbíli verður eftir. Hér var margar fattar tegundir þetta eru mýradómur og eftir hann þetta svo tilræðinu við vorum að horfa á þetta myndir og þetta myndi á snúrustöðu og bíl sem taka fljóðbundan og þetta bara áfram í Þurramýri mjög gróskulíku mýri og svona hefur virkilega verið gott beitarland í það stöðu henni og sérst hefur við sett þess að nú inn á milli eru samt lög og það er þá fyrst og fremst á mótum Mýrdalshraunar og mólendisins en þau eru líka nokkuð gróður. Það eru svolítið sérstöku því leita ég ofta þegar hafnandíla sem það er svona í aðri þessar flaga en þarna var þetta krókdíla og svo flagategundir eins og blómsef, flagasef, flagarhnoðri, múskakræki, naflagras, fleiri tegundir og hérna við þá flagarhnoðrin og þetta heitir líka því hvað það rauða. Mólendið þar fyrir ofan Þurramýrina, það er svolítið, það er að gróa upp nokkuð smátt en þetta líka akkurat hvað sem þessum ekki tökum þá er þetta líka áhrif beitarinn. Þarna er töluvert af hrossum á beitum þannig að maður næri ekki að loka jarðinni. En bara hinum megin, ég veit ekki að setja þetta ekki mjög bara hérna, þá bara fyrir mig næstu megin. Þar er mólendið orðið miklu lokaða, en hér er heldur ekki beitt. Og hérna horfum við síðan yfir Dýjamýrina, og Dýjakróka hérna fyrir ofan, þess að orðið bara, ég horfi eiginlega á þetta, ég farið hann á töluvert með nefndir í þessa mýri og það er bara maður horfir eiginlega á þetta spretta fram. Þetta er svona svipu tilfinningu svo að koma í hverfi sem þú ekki tekið fram en að spratt húttaður. En ég vil líka vekja athygli bara að þetta finnst mér þetta það fallið eftir við votum það er þessi skýrt lága hérna með
Kjarnansfjörð, Mýrastöðin hér og svo koma líka alls konar læni með kulstur og fleiri tegundir. Þannig að maður sé svona alveg strax svona þetta ríkjandi tegundir í votendum. Og áfram þessi skiptum á milli Mýrastara og Tjarnarstara. Tjarnarstöðin stundum kölluð Ástur og einmitt í Dýramýri eru blettir sem að heita því nafni Lásteðar Helga. Þetta Þurumýralækur og hann efst í honum, eða sem myndinni tekinn er hann fullur af kulstur og síðan rennur hann áfram út í vatni. Og það eiginlega á þessu hérsvæði hérna sem að sólbyrgin er helst að finna. Man er rétt komin hér yfir Þurumýralæk. Kulsturinn líkir til grósku og áfram sýnir bara fjölbreytni gróðurlendisins þarna í votendunni. Þetta er litla Tjarnir, Tjarnarstöð, Kulstur, Mýrastöð og svo framvegis. Og síðan eru lækjarsprænu sem að renna þarna eftir og uppgrættur og í þeim eru þá Holtsóley, Einfjárós og Borglátta og endar oft í svona litlum stjörnum sem fullar af mismunandi tegundum. En þarna undir, þarna þarf maður svolítið að vara sig þegar maður lappar helst að stígun og skarirnar í að ég hef ekki því að vera með nefndur þarna og ég bara læri þetta komið. Þetta er tekið úr hérna, þetta er Dýamýrin eða tekið út með díakrókum og hortið af Dýamýr og yfir vatni og bara til að sýna alla smár eða runnuna sem eru að koma þarna upp. Og það sést þú kannski ekki á myndin en þarna er mjög mikið af ferlum sem var áður fyrir mjög algengt í vatninu. Þannig að það er myndaferginu. Og það er fyrir hvort og þarna hafi áður verið blautara. Áfram höfnum meðfram vatninu, þetta er hort yfir Hádegisholtið sem að blasa þarna við og vatnsbakkin er meir og minna allur með horflösku meðfram vatnsbakkanum. Þannig að þá erum við komin í tunglið, Öðvöldskotstunglið og svona eftir líður af því. Þetta er samkvæmt fornleifaskráningu gamalt útihús sem hefur fallið og vantarlega hleðsluveggjum því en við höldum á og gerum fallið ráð fyrir að þarna hafi verið hent og hefur verið hent grjót úr túnum þegar verið að tína úr túnum og hreinsa túnum. Og þetta var í þessari rannsókn var flokka bara sem graslindu og þetta eru gömlu túnum, þetta voru ekki pæltúnum, þetta var borið á þau og síðan hafði verið látin afskiptalaus nokkru 10 ára búskapur hætti í 20. öld. Hér er hort upp að húsum bæjarins og bara þessi dæmi fyrir gróður sem að þar í kringum svona bæjarhúsið, rastendi og mjólin. Það verður ekki fyrir rask eða reski gróður. Þetta er útsýni sem að fólki á bænum hafði yfir Dýamýrina og Holtin, þetta er hútt og Hádegisholt. Sem er Oddsmýradalur sem liggur hér og lækurinn sem að eða sem alveg í vatn. Og áfram sjáum við að byggðin og framkvæmdir eru komnar ansi nærri vatninu, þetta er bara mjóröld þarna megin og byggja gamla túnin og smá votandi strönd næst vatninu og áfram hort þá í átt að hýtta og þarna er þá Vesturmýrin mjög gróskumikil og með svona vassráð sem er gegn fjöllum til þarna og hér er þá gamla túnið og þetta er svona varnagli en hér var grafið Myrkustrandur.
að fara varlega þar. Þá erum við komin í Vesturmýrina, eða það er ýmis nöfnuganga þarna. Vesturmýrin mýktar nafnið á þetta orðmættið, en þetta sem Rásin eða Keldur. Þetta svona tjarnir sem hotna gjarnan upp yfir sumartímann. Hort yfir, og það í tjörnunum þá jafnvel nýgrur, dökknýgra og grafnýgra. Og hér það var mjög þurrt þegar við vorum þarna, og hér sem svelgur, þar sem að bara vatnið rennur bara í stríðum straumum og niður í hraunið. En þessar gróðu tægjur þannig vatnið, þetta grasnýgra. Og þarna hort yfir Vesturmýrina og Rásina. Þessi vegur var lagður í kringum 1930 og liggur frá lág frá Bænhöfðarkoti og yfir í Setbergslandið, og það var þá brúa þarna yfir Rásina hér. Áður hefði nefnt, það var semst akfæð, áður hefði nefnt stikla þarna yfir og það var þá teltustikla. Og þetta og síðan þá er það Hrauntangi, og hann það er mólendið, fyrst og fremst og morsagróður, og þetta er líkið að gambrum á hraunpollum, en mólendið liggur meira í svona lænum og svona á milli, og síðan er þetta litlir votandi spollar á milli í hrauninu. Og síðan hér hefur verið töluvert plantað að það sína vilja hafa það í framtíðinni, sérstaklega huga að friðlýsingu svæðisins. Þetta er áfram svona dæmi þetta litlu votandi spolla inn í hrauninu og votagróður upp á hrauninu og mólendisgróður í og svona dæmi hútaberjalyng, bláberjalyng, dægpuntur í mólendinu, mólendinu, bóttunum, og bara þetta samspil milli hrauns, mólendis, votendis, uppþófnaða tjarna. Þetta svæði býður upp á mikla fjölbreytni gróðri. Og þarna hefur verið plantað töluvert af trjám, og oft er það einmitt það sem dafnar vel í svona litlum lægðum á milli, og þetta er svona spurning þegar horfum til framtíðar hvort að með lítið tungt viðmynda svæðisins. Þetta er eitthvað sem maður hefur horfa upp á að verið fjölbreytni svæðisins meiri. Það var dæmi þetta plöntum fyrir ofan þeim. Þetta er rétti útfærðin frá Stórukrókslæk og gróskumikið Tjarnarfjarðarbrekka sem er þetta Stórukrókslækur og horft í allt að vatninu og sístum hægin geta Víkþjóðhúsinu og golfvöllurinn, og þetta er aðeins fyrir utan sjálfsbræðsvæði. Og síðan horft í hináttina þar sem hann heldur áfram og undir gagnakerfið og áfram til þar sem hann rennur saman við Skaftahlíðarlæk. Þarna voru gamlar malarnámur í landi Setbergs, og þær eru smátt að gróa upp að því gróðri sem er þannig kring, en líka í samkvæmum við garðagróður sem hefur verið byggt þarna á svæði, og dæmum svona resti gróður sem er þarna kringur svolítið í stúr. Og síðan er það þessi lúpína sem að er búin að flytta holtin og er farin að stinga sig í mólendinu. Þetta blóðbílar víða það, og þetta er svona yfirleitt það svæði og maður sér hvað hún hefur breytt líka úr sem þetta er upp á Setberg. Aðeins vatnagróður, við greindum ekki gróður í vatninu og bara það sem var næst bankanum, en hann hefur verið, það er samt 72% gróður í vatninu er
Síkjamari, en svo aðeins þráðmikru og síðan fjallsmikru. Rétt aðeins bara þess að það hafi verið gerð gróðurkort áður af svæðinu og þetta frá 1968. Rétt bara vatnið hér og hér sem sagt þá votendið, túnin og síðan sem sagt gras, litur gróðurinn með lítilli þekju með smárunum í. Síðan kortlagt í 125.000 og með sem sagt búið að taka þetta saman sjálft kortið í svona gróðurlend, en upprunalega gróðurgreiningin á svæðinu lögð yfir og þá þetta allt beitingsmóar hér kring og smá melur hér fyrir ofan og vatni og samir að segja hér melurinn hérna þetta þekkukortinu og beitingsmóar og síðan túni og þetta eins og myndi sem ég áðan bara svona vekja athygli á að hér melurinn góði, hann orðið minni en það fyrir slúpina sem að loka hann. Og hér ef hún væri ekki þá sæma fyrir sér að það myndi lóðingur smátt lokum og tótækja kannski að það fyrir. Og sama hér melurinn horfinn og lúpinan að renna hérna niður brekkurnar. Þetta er bara sama text á þessu gróðfæri út frá þessum gróðkortum frá 68, 9, 86 en það sérst að vatna það að loka þessi melasá og þetta þá fyrst og fremst drifin og minna hluta á það en líka lúkuna og það ekki fara til að hoppa hana sem kannski svona ákjast í gróðfæri innan sér og síðan rétt hérna minnast votandi. Þetta svona votandi sem sem að þið sjáu hér á norðurhlutin. Þetta gula votandi stráka. Það berggrunninn þéttur og votandi helst á í megðum. En það antingur svona lólendi fyrir gras og graslendi á þetta norðurhluta Innesja. Hér á suðursvæðinu út og hrygglegt hraun þannig að það í lítið votandi. Hér urðað vatn þarna, þannig að það vert að halda í svona svæði og utar á Reykjanesi mjög lítið votandi. Þetta meina gróðskunastum votandi svona á suðurhluta Innesja. Og þetta í gróðafláttum, votandi í kringum eða vatnum sem var greint 2008 ásamt fyrir við ásamt því sem var og það greint 86 en þetta hérsvæði þá fór undir bílastæði. Það hefði hæglega verið hægt að sneiða og hvernig þetta betur inn í þegar við teljum að svo sé. Og þetta eru 1,7 hektari þetta svæði sem fór undir bílastæði eða 10% af votandi svæðisins. Hérna til gamars hér gömul mynd flóknir frá 1956 líkinn á ferkinu áðan. Þið sjáu að það eins og sé vatnið sé miklu minna. Hérna, hér vatnið, hér eitthvað gróður í vatninu. Þetta ferkin sem að fyrstinn á vatninu hér kannski allir fyrir hluta 20 aldar og það var slegið. Þetta Guðmundur sló á þetta tölum og þetta voru 4 hektarar sem gáðu 40-50 hestburði og þarna voru menn út á 10 dögum og nóg á milli sem slóðu ferkinu og þetta var mikið tóðurbæti fyrir tíð. En það talað ferkinu horfur og vatnina næstu í kringum 1970 eða 1970 sem hefur minna kannski vegna þetta var hægt að slá ferkinu. Og þetta þá að lokum bara til að minna á að þetta tillaga friðlýsingu svæðisins frá hendi Garðabæjar og þetta þá svona kannski spurningum að hér liggur og fyrirhuguð byggðin í Rauðholti og hún liggur þá ansi nærri votlendi. Þetta mjög ljótt eftir þetta sé
800 metros. Tenemos que conocer un poco más. Después de conocer las starra jaðarstæð en todo eso. En ég þakka þá bara fyrir að það eru eitthvað spurningar sem nú ég alveg taka tíma. Það er eitthvað sem við viljum spila en hafa tótið í kringum vatnið. Þannig að bara svona rétt að segja frá því og notendum í kringum það, fyrir það. Það er ykkur að slíkt. Það segir fyrir mig.